Sælblessuð, ég heiti Hjördís, ég er hjúkrunarfræðingur, ég er að vinna hér á tjaldsjúkrahúsinu í Gaza með ICRC, með Rauða krossinum. Hlutverk mitt er að vinna hér á bráðamóttökunni. Við tökum á móti 300 manns hér á dag. Þegar ég var spurð hvort ég myndi vilja fara í þetta mission hér á Gaza, þá var ég náttúrulega hugsaði mig vel því að það vita allir hvað er hér í gangi og þetta eru erfiðir tímar akkurat núna. Ég taldi að ég myndi geta lagt eitthvað hér fram á mörkunum og fæ að vinna í þessu frábæra teymi og ég er bara mjög þakklát fyrir að fá þetta tækifæri. Það sem er erfiðast við það að vinna hérna núna er akkurat það að við erum með rosalega lítið af björgum, það er lítið af dóti, búnaði og lyfjum hjá okkur akkurat núna og það er ótti við það að við eigum eftir að vera uppiskroppa með það. Þannig að maður þarf að nýta allt saman gríðarlega vel, endurnýta það sem hægt er, sjá til þess að rétt lyf fari í verkt á sjúkling og að við séum að hámarka það sem við höfum. Það besta við það að vera hérna á Gaza er þetta frábæra og magnaða teymi sem ég fæ að vinna með og læra af. Því að starfsfólki hérna er ótrúlega fært og flott og hugsar gríðarlega vel sína sjúklinga hér á sjúkrahúsinu. Típiskur dagur á bráðamóttökunni hér byrjar svona vanalega klukkan 7. Við erum hérna að taka á móti 300 manns á dag. Alls konar áverkar, alls konar veikindi því að fólk heldur áfram að slasa sig, detta, meiða sig og veikjast þrátt fyrir þessar aðstæður sem það er í og það er bara ekki einungis stríðsáverkar sem við erum að taka á móti heldur er þetta líka bara það sem að lífið býður upp á. Bráðamóttökan er opin alltaf allan tíman. Ef við horfum bara á stríðsáverka sem við erum að taka á móti þá eru það aðalega eftir sprengingar, það eru sprengibrot sem er að þyrlast út allt og svo er það líka þá skotsår sem er svolítið mikið Fyrsta sem ég geri þegar ég kem heim, það er náttúrulega knúsa fólkið mitt.